Damir, mættur í Grindavík, hvernig er tilfinningin? Hún er virkilega góð. Eins og þú sér það á mér, ég er bara brosandi. Ég er bara virkilega ánægður með ákvörðunina sem ég tók. Og fyrir sjálfan mig og fyrir klúbbinn líka. Var þetta, erfið ákvörðun að velja á milli félaga? Nei, ég, hún var það ekki. Ég er búinn að fá nokkuð tilboð frá öðrum félögum og hitti svo Grindvíkinga, segir maður það ekki. Fyrir nokkur dögum síðan og eftir fundin þar þá var þetta bara held ég mjög ákvörðun. Gerir ráð fyrir að mörg félag hafa sett sig í samband við þig? Það er ekki segja mörg en þau voru nokkur. En eins og ég segi, ég er bara virkilega glaður að tekja þessu ákvörðun að koma hingað. Hvað var það við Grindavík sem bara dróðu hingað? Bara klúbburinn vill fara aðra leið, þeir eru búin að gera það undanfarin ár, allavega árið í fyrra. Og þeir seldu mig hugmyndin á því og mér fannst ég bara að vera komin á þann stað líka að taka þátt í þessu verkefni sem klúbburinn vill fara í. Svona verkefnið, hvernig er þetta verkefni sem er framöndan? Það kemur bara í ljós. Það er spennandi? Það er mjög spennandi, ég viðurkenni það er mjög spennandi. Það gengið mikið á í Grindavík náttúrulega síðustu ári en þetta er svolítið sérstakt verkefni. Já, algjörlega, það er það sko. Svo staðið núna það æfa er bænum og planið er að koma hingað einhvern tímann fyrir mót og vera í Grindavík. Og ég finn það núna þegar ég kem hingað að fullt af fólki og bara svona einhvern veginn er þetta allt að fara í gang vonandi og bara virkilega spenntur fyrir. Maður finnur alveg að það er mikill andi í þessu. Já, ég finn það sjálfur sko. Ég labbaði inn að mikill andi í þessu húsi og verður sennilega í félaginu líka. Ég bara hlakka mikið til. Þú ert að vera ansi mikilvægur partur á þessu liði? Já, vonandi, og planið er að vera það og tala við þjálfarann og stjórnarmenn í klúbbnum og finna maður fyrir pressu bara sem er á sjálfum mér líka frá klúbbnum. Þannig eins og ég segi, ég veit ekki hvað ég segja meira, ég er bara ekkert eðlilega spenntur. Sér ekki fyrir bara að vera leiðtogi í þessu liði? Jú, 100% út lið og jú, ég sé það bara klára með mína reynslu og aldur á klála. Vildur þú ekkert spila áfram í bestu deildinni? Jú, auðvitað vill maður það en einhvern tímann þarf maður bara líka að hugsa sjálfan sig og fjölskylduna líka. Og mér finnst bara, eins og ég segi, eftir að ég tók fundi með Grindavík fannst það spennandi verkefni og bara ég er búinn að gera allt sem ég get gert með Breiðablik. Búinn að vinna titla og spila í Evrópu og meistaradeild og hitt og þetta út allan heim og einhvern veginn er ég bara ánægður með það og tilbúinn bara í þetta verkefni. Myndu spila fleiri leiki með Breiðabliki? Hvað segirðu? Myndu spila fleiri leiki með Breiðabliki? Ég er alltaf með samning við Breiðablik út árið, þannig að já, klárlega. Ég býst við því allavega og hausinn minn er bara þar að klára þessar 2 leiki og gera vel. Og fyrir sjálfa mig og klúbbinn og liðsfélagana mína, þannig að já, ég býst við því. Svo bara nýtt verkefni eftir áramót með Grindavík, hver eru þín markmið komandi inn í þetta verkefni? Maður er alltaf með sín persónuleg markmið en klúbburinn með það markmið heyrist mér að bara koma klúbbnum aftur á rétta braut og fá fólki í bænum með sér í lið og mér líka og ég er bara hrikalega spenntur fyrir því. Takk fyrir þetta, Damir. Geggjaður.